Jú, komið sæl. Þú ætlum að kíkja þetta aðeins inn í búningsklefann. Strákarnir eru að fá jólagjöfina sína svokölluðu í dag afhenta. Aðeins að tékka hvað í gangi hérna. Hér heldur Heimir örugglega sína þrumuræður fyrir leiki og hálfleik og það er gaman að sjá henni í klefan hérna. Hvernig er það? Sjáðu hér, sjáðu hér. Hvað er í gangi hér? Svona næra leikmenn meistaraflokks kalla sig. Er þetta Laugardagsnammið? Þetta er Laugardagsnammið þeirra. Allt í góð með það. Við sjáum hér, hérna erum við kannski aðeins að skoða meira. Hérna er karið góða. Hérna eru ísblöðin tekin. Það er bara annað klefi, við erum ekkert að fara hérna. Hérna sturtaði sig þessar hetjur og baða sig í ísbaðinu. eins og við sjáum hérna. Hérna er jólagjöfin þeirra. Hérna kíkjum nánar á þetta og eftir þegar þeir koma hérna eftir aðeins. Já, velkomin. Aftur við erum komið með Þorkel Mána hérna, sérfræðing f-fáingur.net þessunni. Velkomin í Krikann. Já, þakka fyrir. Alltaf gaman að koma í Krikann. Alltaf rosalega gaman að koma í Krikann. Varst hérna síðast í jólinn? Jú, var hérna síðast í jólinn. Ekki ánægð hvernig það tókst? Það var náttúrulega bara snilld, sko. Frábært. Bara í alla staði. Já. En hérna, nú er bara mánuði að deildin hefist. Já. Og hvernig leggst þetta í þig? Já, þetta leggst náttúrulega bara mjög vel í mig. Þetta verður örugglega alveg ótrúlega skemmtilegt sumar. Því ég held að þetta mót muni vinnast á bara aldrei færri stig, sko, hafa gert liða Íslandsmeistara. Því það eru þarna alveg 4, 5 lið, 6 lið sem eru verulega góð. Hvað er svona helstu liðin sem að býstu að berjast þetta? Já, það verða F-fangarnir, KR-ingarnir, Eyjamennirnir verða þarna. Þeir eru eftir að flytja inn einhvern gám og það á eftir að styrkja þá alveg gífurlega mikið. Já. Síðan eru Framarnir náttúrulega mjög góðir. Þeir eru búin að vera rosalegir í þessu undirbúning. Og síðan ætla ég að setja Skagan þarna líka, því ég held að sé engin spurning að Skaginn verður þarna í toppbaráttu. Skaginn bara þekkir ekkert annað. Nei. Og þetta er eina fótbolta höfuðborg Íslands og hérna, þannig að þeir verða alltaf með þarna líka. En hvað með þína menn, Stjörnumenn? Já, þeir verða sjálfsögðu þarna, sko, ég bara gemdi þá til síðast, við verðum alltaf þarna í topp 3, sko. Já. Og með bestu stuðningsmennina, viltu meina það? Já, ég held að sé náttúrulega engin spurning um það að við séum með bestu stuðningsmennina, sko. Silfurskeiðin? Já, þetta er náttúrulega líka með besta nafnið á. Já, það er þetta mjög gott, sko. Það er svoleiðis, sko. Já. Þannig hérna, hér kalla menn sér einhverja mafíu, þú veist, það vitum það náttúrulega, við þurfum ekki að taka einhver svoleiðis skælunni eitthvað upp, sko. Við getum breytt þessu í bílastæði hérna, fallega krika hérna, bara hvernig sem er. En KR Íslandsmeistarar, heldur að þeir séu ennþá sterkastir eða? KR-ingarnir þeir verða ekkert Íslandsmeistarar, þeir eru eftir að byrja hörmulega og þá byrja stressið og panikið og þeir verða þarna, sko, já, þeir verða þarna svona í 3. og 4. seti. Þetta verður vonbrigða sísoni á KR. Já, þetta er svolítið töff prógram í byrjun hjá þeim. Já, þeir munu byrja að tapa fyrsta leik, sko. Já. Það er engin spurning um það. Ég held að það sé bara, þú veist, við ofurefla etja og þeir eru ekkert breytt. Er það stjórnum? Já, og það hérna, og þannig að, þú veist, þeir byrja að tapa því og þá byrjar svona panikið og stressi í KR, sko, því að það er alltaf einhver pressa í KR, sko. Þannig að Stjörnumenn leggji tónin fyrir tímabilið fyrsta leik. Já, ég held að, svona, þú veist, við möndum að leggja tónin fyrir KR-ingarna, sko. Já. En síðan verður þetta örugglega svona upp og ofan í Stjörnunni. Ég held að því miður náum við ekki að vinna þetta núna þótt að það sé draumur Garðar Jó. En ég held að, já, við verðum örugglega þarna í toppnum. Ég held að það sé engin spurning, sko. En hvað með F-liðið? Hvernig finnst þér að hafa svona þessar breytingar? Gummi Sævars farinn, Ásgeir. Já. Hvernig metur þetta breytingar á heimi? Já, voru þeir ekki bara búin að skila sínu? Jú. Var þetta ekki bara komið gott og þú veist, og ég held að það hafa alveg verið partur á þurfti einhverja endurnýjun og annað, sko, og hérna. Eitthvað sem þurfti að gera kannski bara? Ég hef ekki endilega að láta þá eitthvað þurfa að fara eitthvað slíkt, sko, ég held að hérna að það hefur klálega bara þurfti eitthvað svona aðeins að þétta hópinn, þú veist, það er ekki endilega að maður vinni á einhverju bestu og mestu breidd ever, sko, og hérna, og F-fangarnir, þeim vantar svo sem ekkert góða leikmenn. Og ég ætla bara að segja mitt mati það er mjög lélegt, sko, af F-fáingum verða ekki Íslandsmeistarar. Þá verður ekki hægt að kenna þjálfaranum um þetta. Nei. Og það verður ekki hægt að kenna stuðningsmönnum um þetta. Það verður hægt að kenna þessu leikmönnum um þetta, sko. Því að já, þú veist, þá eru þessi gæjar bara flestir ekkert bara hæfir til að vera í þessari treyju, sko. Ég þoli ekki F-fá. Það er þannig, sko. En ég held alveg, þú veist, að það sé alveg, þú veist, og þeir séu alveg, þú veist, fínir að því leyti, en þú veist, það er ekki eðli mín að fara að halda með F-fá. Þetta eru okkar erkifjendur úr Silfurskeiðinni.
En þú veist, það lítur að vera þannig. Ég líti allavega á þannig. Ég sá nú FH hvernig það virkaði þetta í sumar. Og ef ég skil FH, og ef ég skil það að maður er að fara stoltur út í treyjun sínu og leggja sér fram fyrir þetta lið hérna, sem er alltaf að leggja eitthvað á sig og eiga svona stuðningsmenn eins og hann félag minn hérna, sem mistuð. Og ef það er ekki nóg mikið motivation til að fara hérna út og hlaupa í 90 mínútur og vinna þetta fucking Íslandsmót, þá eiga þessi gæjar bara drullast úr þessari treyju og fara eitthvað annað. I'm fired up here. Það er allavega mitt mat. Já, ég sammála því. Ég er búinn að lofa því að mæta hérna í treyju í síðasta leikin ef FH geta orðið Íslandsmeistarar og það er mjög lélegt ef FH nota það ekki eins og mikið og grenjuðu og vældu og hótuðu með nára sparsmiðum hérna fyrir að drulla yfir á síðast sumar. Það er mjög lélegt að þeim en nota ekki tækifæri til þess að leggja það mikið á sig að þeir geti komist í þá stöðu að vera Íslandsmeistari og ég geti staðið upp í stúku í einhverju hljótri FH3. Það er mjög lélegt ef FH geta það ekki. Það vantaði með síðastum að þetta auka hjá þeim oft á tíðum. Það vantaði og þú veist og það er náttúrulega svona leikmenn inn í þessu liði sem geta miklu meira og þú veist og það er bara spurning hvort þeir fari svona aðeins að þroskast upp og taka ábyrgð á því sko. Ég ætla ekki að vera að nefna henni nöfni því þú veist það eru hérna mjög efnilegi miðjumenn sko sem sýna það svona 10-15 mínútur sko í hverju leika þessu bara afburða fótboltamenn. En þú veist það er ekkert máli að vera með í vörinu og halda maður sig eitthvað svalur og B5 að safna þér í tattúermi sko. Það virkar ekki svoleiðis sko. Nákvæmlega. Kannski smá að stuðningsmönnum og umgjörð. Þessi leikir ofta á sundum og mándum. Já. Hvernig finnst þér ekki bæta umgjörð? Stuðningsmenn kannski fá ekki eins tækifæri til að... Já, sko, sunnudagurnir eru náttúrulega mjög leiðilegir. Það er nú mitt mat, sko, þú veist, þá vil fólk kannski fara úr bænum og eitthvað svona annan dótri. En þú veist, þetta hefur samt alveg gefið sér vel. Það er fín mæting og það er svo sem ekki hægt að kvarta á með að vera að bæta aðsókn á milli hverju ári. Og hérna, en það er náttúrulega við það er mest kannski að ég kvarti yfir þessum fáránlega tíma sem fara síðustu leikirnir á Íslandsmótinu í. Þegar tíminn fer í 17:30. Þú veist, hvaða vinnandi maður, það er bara einhver atvinnuleysingi sem kemst á leikinn klukkan 17:30. Það er eiginlega sko mesta skítlega í þessu sko. Það er líka sérstaklega í svona loktímabil þetta skemmir rosalega fyrir. Já, þetta gerir það og það er náttúrulega mjög dapurt horf það aðsóknin er alltaf sko að minnka frekar á síðustu leikjum. Hún nennir ekki að standa út í skíta kulda og hvernig sem er og síðan mættur 17:30. Það er bara ekki boðlegt. Nei, sammála því. Og síðan náttúrulega ættu FH-stuðum en þeir geta nú orðið ansi orðljótir sko. Nú það? Já, þetta er nú bara ekki hægt sko. Þú veist að sjá hérna einhverja popstjörnur setja hettupeysunum sér yfir, blótandi hérna í viðuvist 7 ára gamalla barna, litlar stúlkar sem er einhverja aðdáendur hans. Þetta er náttúrulega ekki hægt sko. Nú er að koma nýtt FH-lag, Heiðar er að fara að semja. Já. Hann segist eiga eitthvað lögum á lager. Já. Þú með einhverja hugmyndir af hvað getur fjallað um? Hvað getur hann fjallað um? Þetta hafa nú alltaf verið mjög góð lög hérna hjá þeim sko. Það ekki? Jú, þegar ég get sagt að ég fóð með minn hérna eldri einmitt á okkur leik hérna meistarana, þá var Breiðablik og FH að spila og þá komum við til FH-lagið og hann fannst þetta fínt sko. Já, það ekki? Síðan kom Blikalagið á eftir og þá var bara hvað drast er þetta? Og það er alveg rosalegt. Við erum mjög heppin að eiga þetta. Já, þið eru mjög heppin um það sko að eiga svona stundumrannlið. Ég man hjá okkur í Garðabæna, þá varum gerði hreimur í land á sonum einu sinni stundumrannlið og maður beið alltaf eftir bara, maður vonaði bara að leikurinn fari 0-0 svo maður hefði ekki hlusta á þetta helvítis ógeð. Já, það var að spila þegar það skoruðu og svoleiðis. Já, það var ömurlegt. Þetta sko er betra að hafa þetta svona, það er gott að hafa svona alvöru töffara og einhverja pönkara til þess að semja lög. En hvað hann á að semjum? Ja, það veit ég ekki, þú veist, það er helst þessi skilaboð sko og hreyfir ekki á raskati, drullaði bara á búningnum sko. Nákvæmlega. En síðan náttúrulega verður líka stuðningsmennirnir líka náttúrulega að taka til sín sko þegar það gengur illa eins og í fyrra þá þýðir ekkert að vera upp í stúku sko það þarf engin stuðningsmenn sem eru helvíti stjöfisins aumingjarnir ykkar sko. Það er náttúrulega aðeins spurningu það, þá eru menn að miskilja hvað heitir að vera stuðningsmaður sko. Það er gæinn sem styður liðið þegar það gengur illa sko. Það er ekkert mál að vera stuðningsmaður þegar það gengur vel. En þú veist, það er bara einhver sko tekalong aumingi sem við höfum ekkert að gera við sko. Sem ég myndi ekkert vilja hafa í mínu stjörnustuðningsmannaliði sko. Þannig að það er gæinn sem mætir á völlinn þegar það gengur hvað verst sko. Já, það er alveg stuðningsmaður. Já. Að lokum ætla að spyrja saman við, nú erum við hérna á grasinu á Kafla. Já. Nú erum við tittlið með gerðigras. Já. Er komið nýtt gras eða? Já, við erum að fá nýtt knattspyrnugras sem verður náttúrulega alveg efnið. Þú séð nú bara eins og til dæmis hvernig þetta er. Nú er bara, þú veist eins og þú sagðir hérna áðan, það er mánuður í Íslandsmót og sjáu hvað þið eru að bjóða leikmönnunum ykkar upp. Þú veist, hvað er þetta? Við erum ekki að bjóða upp á svona vallaraðstæður. Já, við getum labbað hérna og tekið bara rönni hérna út um völlin og séð bara hvernig þetta er.
En þú ert síðan stuðningsmaður Gervigrass? Já, ég það. Við búum á Íslandi og mér finnst allt í lagi að spila á knattspyrnugrassi, sko. Mér finnst það allt í lagi, þú veist, mér finnst það æft á þessu allan veturinn og ég get ekki séð þetta skipti nokkru máli og ég vil benda á það einmitt líka. Það sko, kannski gott bara að benda á svona F-fangum, þú veist, við náttúrulega pökkum einhver saman á Gervigrassinu síðast. Það fyrsti leikur sem við vinnum F á. Ég held að F sé eina liðið sem hafa unnið tvisvar á gervigrassvellinum í Garðabænum og það fyrst og fremst út af því að þjálfarinn hefur aldrei byrjað á því fyrir eða eftir leik að fara að grenja við því að hann sé að spila á gervigrassi. Já, hann hefur ekki gert það, Heimir. Eins og einhver aumingi. Það venjan hjá þjálfarunum? Já, það venjan hjá þjálfarunum mörgum leikmönnum að fara að grenja við því að sé að spila á þessu gervigrassi þarna sem segir náttúrulega að þú veist að þetta eru bara lúserar, sko. Þú veist, af hvart yfir vallaraðstæðum yfirleitt bara einhver aumingiskapun og afsökun fyrir því að maður ekki unnið sitt starf almennilega og síðan einhverjir hlungar í sjónvarpinu á hvart yfir þessu, þú veist, hvað þetta að taka mark á þeim, sko. Það lítið. Við þökkum kærlega fyrir Þorkell Mána, takk kærlega fyrir að koma í Krigan. Sjáumst á vellin. Við erum hérna ennþá í klefunum. Hérna við erum með skemmtilegt sekta þessu var FH 2012. Mér sýnist Tommi, Daniel og Guðnason að sjá þetta. Tommi sáum þetta í mörg ár og við erum mjög harður á sektum hann Tommi Níelsen. Það virðist vera áframhald af því. Harðasta hvað 5.000 skall fyrir heimskulegt rautt spjald. Þau hafa verið nokkur í fyrra, ekki? Jú. Pétur Viðarsson átti. Já. Klikk og vítíleik. Svo hérna mynd af fallegasta manni heims. Enginn annar en Bjarki sjálfur sem nú ekki á æfingunni í dag, held ég. Þetta sektarsjóður FH.